Góðan daginn, ég heiti Ása og hérna bak við myndavélina eru þær Kaja og Ellen og í dag ætlum við að lesa kenningur á mannleg samskipti. Allt verður við brúnst og virtu og hilsar. Hæ, hvernig er þetta? Bara þarf ekki að vera að taka þetta. Að kveðja, það er alveg eins og heilsa nefnum bara öfugt. Það er gott að byrja frósi eins og bara gaman að sjá þig, en ég verð að skjótast núna. Þetta er ekki flókið. Við þurfum bara að hjálpast að og vera næs og sýna samkennd. Þú skalt taka til inn í aðra stundinni. Nei. Þetta kallast túból og þau eru alls ekki sniðug leið til að tala við börnin. Ég skal sýna ykkur miklu betra leið. Það er rosa mikið drasl hérna. Mér myndi finnast það mjög gott og þú getur kannski tekið til að þess hérna vegna þess að þá verður ekki veik. Ok. Þetta er dæmi ég-boð. Þannig að ég var upp á leikvöll í dag eftir skóla og þegar við fórum, rétt svo áður en við fórum heim, þá sótti ég hlaupahjólið mig en það var stolið. En síðan sá ég að Óli var með það. Og ég bara, Óli, nefnir please að gefa mér það og hann bara nei, þannig ég fór og sótti kennarann og ég fekk það síðan. Vá. Það er mjög mikilvægt að hafa virka hlustun og gefa barninu mikla athygli. Það kallast virk hlustun. Þetta voru samskipti með líkamsræningu og þau eru mjög mikilvæg því stundum þú dugar hreinlega orðin, bara ekki alveg. Dæmi opna spurningu. Hvað færð þú þér í bragðrif? Hér er dæmi leiðandi spurningar. Var maturinn ekki góður í hádeginu? Ég vil fá kjúkling í matinn. Mér langar í fisk í matinn. En, hefðu, takk fyrir þess að við fáum fisk í kvöldmatinn. Og kjúkling á morgun. Já. Við verðum að nota samningsaðferðina. Samkomulag er mjög mikilvægt í samskiptum. Fórstu snemma að sofa í gær? Já. Fórstu virkilega snemma að sofa í gær? Hei, ég fór ekki snemma að sofa. Voðalega geta yfirheyrslusamtöl orðið yfirþyrmandi og þreytandi. Það er alltaf best að vera bara jákvæð og tala saman. Hei, þú ert með svo falleg augu, þú ert með svo fallegt hár, þú ert með svo fallegt bros, þú ert svo falleg piss. Hrós eru geggjuð. Að vera hvetjandi og glaður. Sýna og meinir það og láta því brosa. Ok, Ellen, sko, þetta er ógeðslega flott verkefni hjá þér. En þú hefðir mátt kannski gera heimildaskrána aðeins betur. En hins vegar þá er inngangurinn rosalega flottur. Þetta er dæmi samlokuaðferðina og hún er svona góð leið til að koma gagnrýnum á framfæri án þess að láta hinn aðilann líða illa með sig. Við getum sýnt virðingu með því að hlusta á fólk, til dæmis kennara. Virðing getur líka sést á því hvernig við komum fram við aðra, til dæmis með því að taka vel undir það sem þau segja. Já, svo flott hjá þig, Kaja. Það er svo mikið að gera í skólanum. Já, ég með sammála. En við getum þetta. Þetta kallast skilningur. Skilningur snýst að geta tengt við aðstæður annarra. Ok, Ellen, ég verði eiginlega bara að vera á hreinskilni með þér. Þetta var alls ekki nógu vel gert þegar ég er bara low-key smá disappointed. Þú hefði getið gert þetta mikið betur. Já, mér líður mjög illa. En hvað get ég gert? Börn með lítið sjálfstraust verða oft feimin og lítil í sér. Þá er best að byggja upp sjálfsmynd þeirra. Heyrðu, hárið er mjög flott í dag. Takk. Þetta er góð aðferð til að auka sjálfstraust barna. Við viljum sýna barninu stuðning og hrósa þeim. Rauði kallinn sem er aðalinn að mynda einelti hefur lítið sjálfstraust. Hann er ósáttur með sig og hann endar á því að taka það á aðra eins og þolandann. Hann finnur veikleika andstæðingsins og notar þá gegn honum. Það er oft ýkja veikleikana og gert grín að þeim og þá kemur alltaf meir og meir. Þú ert svo léleg og svo ljót. Býtu, það er best að ég ná í kennara. Ég sá elementir sem mjög orð hjá sig og maður hjálpa mér að hætta. Passa á elementar hættir. Látum forráðamenn, kennara eða fullorðin vita hvað er gangi. Segja Rauða Akademíu í Íslandsríkjum stopp og segja annað ætti að stoppa einelti.